Gaman að fá því heimsókn aftur. Já, bara takk hella fyrir. Þú ætti nú að þekka mig betur heldur flestir. Já, það ekki? Búin að taka ansi mörg viðtal við mig í gegnum tíðina. Þau eru orðin nokkur. Já, frá unga aldri. Ég man að eitthvað á stöð 2, eitthvað á skjá 1. Ég man eftir einhverju stóru viðtali á stöð 2 örugglega fyrir svona 15 árum. Var það Ísland í dag eða eitthvað? Jú, það getur passað. Það getur passað. Ísland í dag. Ja. Þetta er langur ferill. Þetta er langur ferill. Ég ætlaði að byrja þar, því þegar við vorum að tala saman síðast, þá vorum við að tala ferilinn þinn, og hann er orðin ansið svona langur og þú brugðir þér í alls konar líki. Ýmsu gerfi. Og nú er þetta nýjast að bjóða sig fram til forseta. Var þetta eitthvað sem þú varst búin að hugsa áður eða gerðist þetta bara hratt? Ja. Þetta gerðist mjög hratt og ég var ekki búin að hugsa út í þetta áður. Þetta kom út frá status sem ég sett á Facebook sem að sló rækilega í gegn og fólk svona byrjaði að hvetja mig áfram og íaði að mér að þetta væri nú bara heldur flott hlutverk fyrir mig svona til þess að enda ferilinn á. Og ég ákvað bara að slá til. Ég hugsaði bara ok, ég er ekki farið að tapa neina á því. Þetta er frábær þjálfun fyrir mig bara í öllu sem ég hef verið að gera og ég er búin að vera náttúrulega að sinna svona óbeint ambassador starfi fyrir Ísland bara síðustu 20 árin erlendis. Þannig að þetta hendur mér alls ekki illa þetta hlutverk. Hvað finnst þér þessu umræðum þú veist, maður sér nú komin þú veist, konar 1-2 skoðanakannanir eitthvað og þá er svona einhvern veginn eins og umræðan verður svolítið þannig að þú veist, þeir sem er ekki bara að mælast mjög hátt og eru bara mjög líklegir að það er einhvern veginn bara akkur er allt þetta fólk að bjóða þessu fram. Hvað finnst þér þá umræði? Ég finnst að þeir bara fagna fleirum að taka þátt út að nú búum við í lýðræði og það er, þú veist, fólk vill kjósa sinn fulltrúa, þeir eru alls konar. Af þessum 70 sem eru kannski að safna undirskriftum eru kannski 10 sem komast áfram. Þannig að endanum þetta er kannski svolítið sirkus núna, akkurat núna, en svo eru bara þeir hæfustu sem komast af. Þeir hæfustu að lifa af. Já, og það verða kannski 10 manns, eitthvað svo leis og þá á þetta eftir að ganga miklu meira smúð. Ég ætlaði að segja, er ekki bara það ef maður að því að svo segir, ekki náttúrulega hver sem er búið sér fram og þú veist, ég veit ekki hvað það eru margir núna, mjög mikið af fólki, en það er stundum búið að gera svolítið lítið úr þess að þú veist, fá 1500 undirskriftir að það þurfi meira en maður hugsa, þú þarfst að fá þetta úr öllum landslutum, það þarf að fara rafrænt inn til að skrá þetta í gegn. Er það ekki einmitt bara, ef þú nærði í gegnum þann þröskuld, þá er bara, í raun og veru búið að segja, þá ertu bara búin að sanna þér fyrir. Já, ég meina þá ertu búin að sanna það og ég er allavega að fá að koma að borðinu, Já, og þá tekur náttúrulega aðal keppnin við og þar þarftu að sanna þig. Þetta eru 2 level, 1500 manns, það er ekki eins auðvelt og fólk heldur þó Katrín gerði 1, 2, 3, hún er með stórt tengslanett á bak við sig og Jón Gnarr er náttúrulega mjög vinsæll gamanleikari og hann getur gert þetta 1, 2, 3 en svona fyrir bara venjulega mannski sem jafnvel væri hæfar en þau í starfið, þá er ekkert auðvelt að safna 1500 manns. Þú þarfst að samfara hvern einn að ágæta þitt sem forseti skilur. Fólk er ekki tilbúið til að bara gefa kendluna sína og gefa þér meðmæli bara út af engu. Og er það ekki líka þannig að þú mátt bara mæla með einum? Þú mátt bara mæla með einum, já. Þannig að þú veist bara... Og nú er þetta orðið ans flókið, þegar allir komnir að safna meðmælum út allt, þá þarf maður bara að leita virkilega af lausum meðmælum. Já, er það þannig? Getur rétt ímyndaðir það, ég er allir búin að gefa meðmæli sín, þannig að þetta tekkar hægt inn svona í lokin núna þegar markaðurinn er orðin svona algjörlega mettaður af meðmælum. En hvernig er fyrir þið, mér langar að spyrja þig, þú hefur mikið verið í milli tannanna fólki gegnum tíðina, mikið verið í fjölmiðlum, en þú hefur kannski ekki verið í fjölmiðlum fyrir, þú veist, þú hefur kannski ekki fengið að sína þá hlið á þér sem þið langar kannski að sína núna, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er bara akkurat rétt hjá þér. Ég hef náttúrulega verið bara svona í mínu gerfi alltaf, það hefur verið það sem hefur
gefið mér tekjur hinga til en það væri alveg skemmtileg tilbreyting að geta svona látið ljósmynd skína og leyft fólk að kynnast mér svona eins og ég í raun og veru. Er það heldur að það muni standaði fyrir þrifum, þú veist, að hafa einmitt í gegnum tíðina þá, þú veist, þannig eru margir í þessari stöðu sem eru í einhvers konar business tengdum því að þú bara, þá nánast öll athygli, góð athygli og þá þér kannski, ég upplifði þannig og hef svo sem spurt þig að því í gegnum tíðina þér hafa oft verið bara svona sirka slétt saman það hvað fólk að tala þig og það þýðir bara það að þú hefur getað farið aðeins svona, svo ég noti enska orðið svona að þú getað farið og verið svolítið edgy og bara, þú veist, allt lægi þó að það sé eitthvað verið að slúðra þig og einhverju sé að neyslast og það eitthvað svona, en heldur að það, þú veist, heldur að það sé erfitt fyrir þig að reyna allt í einu að sína þér eitthvað svona nýja hlið? Ég held að þetta sé hæfileiki sem að forseti þarf að hafa líka. Þú veist, það mikið talað mig og ég umdeild en þú getur rétt ímyndaðir hvernig þetta fyrir Guðna þegar fólk að tala hann og setja út á hann og allar þessar sögur sem hafa verið að ganga og hitt og þetta. Það ennþá verra. Ég þá allavega búin að byggja upp þarna góða skil og get hlegið af fólki þegar það að segja einhverju villsu og tilbúin svona sálfræðilega undir það. Ég með sterka skil og það ekkert allir búnir til fyrir þetta. Hefur alltaf verið með sterka skil eða þú veist, þurftir að fara í gegnum tímabil þar sem að þetta var að fara inn fyrir skinnið á þér og það bara æfinga smám saman? Ég held að þú fæðist ekki með svona, þetta allt bara þjálfun og ég byrjaði bara í fjölmiðlum og byrjaði að vera umdeild mjög ung og fyrstu kannski 5-10 árin eru erfið, þess vegna eru flesta sem að komast ekki eins langt að ég út að fólk brotnar undan álagi, brotnar undan pressu og brotnar undan því að aðri sé að kritisera það á og setja út á og þeir bara þoli ekki að ég get ekki höndla álit annara. Hvað með þetta mitt bara svona þetta að setja sig þarna út, þú veist eins og þú ert að segja, það svona alltaf yfirgnæfandi meir, ekki það að það sé neitt að því að lifa þannig lífa og sért aldrei í sviðsljósinu, en ég held að sé rosalega stór, eða mikið af fólki sem kannski með einhvern draum að setja sig þarna út, svo ég kalli það bara það, setja sig þarna út, þar að segja vera allt í einu láta ljósið skína á þann hátt að þú gætir fengið eitthvað mjög jákvætt en þú getur líka fengið neikvætt, þar að segja þú ert berskjaldaður og ég held að í eðli okkar flestra sé að forðast þetta af því að þú þarft að hafa sterkar taugar og annarkvort brotnari eða þú stendur í fætunar þú veist, ef við tökum til dæmis nú út að ég það þjálfuð í fjölmiðlum og öllu þessu að ég veit hvernig þetta ef til dæmis að manneskja eins og Baldur myndi vinna forsetans þá yrði hann örugglega svona mest umdeildasti forseti sem Ísland hefur haft og hann yrði alveg örugglega undir rosalega miklu áreiti. Af hverju heldur að hann svona umdeildur? Út af því að hann samkynhneigður og það náttúrulega, þar við að brjóta blað í sögunu og komi nýjung inn og það spurning, ok, hann nógu sterkur til þess að handla þetta nú lýsir hann sér sem hlétra feimnum manni og hefur á ekki öll með að koma fram en þetta ekkert grín, þetta hlutverk þess virði að þú sér tilbúin til þess að verða fyrir aðkasti allan tíman Þetta umdeilt hlutverk alveg eins og ég umdeilt og þeir sem eru mjög þekktir. Hvað myndir, ég hef oft velt þessu fyrir mér, ég tók viðtal við konu sem hún heitir Sorella Moore og hún mjög stóra samfélagsmiðlum með meira en 1 milljón fylgjendur á YouTube og Instagram og hún sagði mér líðsendum eins og heilin í mér hafi breyst við það að fólk hafi svona mikla skoðanir á mér og ég oft hugsa bara hvernig væri líf mitt ef ég hefði lifað bara svona innan gæsalappa venjulegu lífi. Venjuleg manneskja. Þannig að þegar þú núna, ef þú hugsar sjálfa þig og þetta breytir maður ekki vegferðinni sinni, en að þú verður að hugsa til þeim börnin þín. Já. Hvað myndirðu ráðleggja þeim, myndirðu segja við þau að það þess virði að setja sig þarna út og láta fólk hafa skoðanir á sér?
ef ég myndi sjá að þau eru með nóga sterkan persónuleika út af nú ég búin að vera veltast í þessum heimi svo lengi og ég hef séð svo marga fara illa út í því að ég myndi ekki mæla með því nema að ég sjá að manneskjan sé byggð upp þannig að hún geti höndlað þetta. Hvað að vera byggður þannig að maður geti höndlað þetta? Þú þarft að vera með sterkar taugar, þú þarft að þola þetta allt. Nú þekkir þú það svolítið sjálfur, þú þarft að þola það allir sé að tala þig. Og þú mátt ekki brotna. Já, það skrítið fyrir mig sko þegar ég lendi í þessu hérna fyrir 2,5 ári. Já. Að þá held ég að það hefði mitt staðið mér fyrir þrifum. Ég hafði aldrei fengið á mig neitt neikvætt og það fyrsta sem ég fæði á mig er svona stórt og svona mikið sko. Já, og þá brotnar Þá hefði alveg verið rosa gott fyrir mig að hafa reynst líði að vera í einhverju svona aðeins minna sem að hefði kennt mér þú veist, að því ég held að ef maður hefur ekki lent í einhverju svona mjög neikvæðu opinberu, þá skilur maður ekki hvað grimmdin í fólki er mikil og dómharkan og heiftin og maður er svona næfur, maður heldur, nei, grunninn held ég nú að líki öllum vel við mig sko. Já. En það er ekki það sem skiptir máli. Hvort einhverju líki vel við eða ekki. Og þetta er hugsunin sem fólk þarf að ala sér. En það er svona svo auðvelt að segja það. Við vitum, þú þekkir að maður tala við fólk og segir, hvað eru margir sem segja, mér er alveg saman málið annara, en bara, give me a break, sko. Þú veist, 99% af fólki sem ég þekki er bara ekki saman málið annara. Nei. Og þú veist, það er svo auðvelt að segja þetta, svo auðvelt að segja, og við vitum alveg, ámaður ekkert að vera velta sér upp úr í hvað einhverju fólk út í bæ finnst hann, en við erum bara á einhverju svona frumu leveli, það langar okkur að tengjast öðru fólki og við viljum vera samþykkt sko. En þetta er eins og ég segja, þetta kemur með reynslu og því meira og því lengur sem þú ert í þessum heimi, því sterkari verður og þú lætur þetta minna á þig fá, þú veist, ég í dag það hefur engin áhrif á mig. Upplifir þá að þegar þú komin á þann stað að þetta hafi lítil áhrif á þig að þá sé minna neikvætt að því ég held að mér sé svo núna eftir að þú ákvaðast að bjóða þig fram núna ég hef ekki séð neitt neikvætt um það sko. Ég hef ekki séð neitt með eitthvað að drulli yfir þig Nei, fólk er alveg hægt að reyna það sko það bara hefur ekki tekist það hefur ekki haft áhrif á mig í 20 ár þannig að ég hef búin að fá ótrúlega góðar viðtökur og mér finnst það bara svolítið magna hvað ég fæ góðar móttökur miða við það að nú er ég algjörlega að koma inn á þetta svið sem bara landkönnur og þú veist auðvitað er auðveldra fyrir hina að safna meðmælum út af að þau koma úr af allt öðru sviði ég er svolítið svona samfæra fólk að ég sé manneskjan sem er rétt í þetta út af bakgrunnurinn minn er þú veist fyrirsætistörf, sjónvarp og annað þú veist, ég hef kannski verið að gera meira út á kynþokka út af að það hefur hendað mér vel og mér finnst það skemmtilegt en það þýðir ekki að ég geti verið bara ótrúlega góður lögfræðingur eða þú veist, ég er þyrluflugmaður ég geti verið læknir, ég geti verið allt sem að mér langaði ég bara valdi þessa leið Eru Íslendingar íhaldsamir sko, þú veist, því þetta sem þú ert að segja þú veist, til dæmis eins og þegar Jón Gnarr bauð sig fram sem borgarstjóri þá fannst mér eins og það voru margir sem hefði alveg verið til í að kjósa en það bara einhvern veginn, hann er ekki stjórnmálamann mér líður bara eins og ég verð að kjósa stjórnmálamann og sami eins og þegar þetta kjósa forseta það verður að vera eitthvað sem er svona forsetalegur akkurat upplifur það þannig að fólk sé þannig og þú til dæmis einhver eins og þú þurfi þá að vera að samfæra fólk af því það er svona, þú veist, það bara heilin í þér er fljótur að einhvern veginn, ef þú ert ég sjálfur er allt öðruvísi, þú veist, ég upplifði þannig að ég hef mjög gaman að því að prófa eitthvað nýtt fá svona nýja já, bara, þú veist, mér finnst eiginlega gaman að svona allt sem heitir svona social disruption þar sem að eitthvað verður bara allt öðruvísi en það hefur verið þetta er akkurat það sem gerir svolítið á Íslandi við erum lítið þjóð og það verður svolítið til svona svolítið jaðarhópar sem vilja akkurat eru svolítið öfugsnúnir, vilja eitthvað nýtt og annað, sko. Þú ert einn af þeim. Ég er einn af þeim, en ég bara veltaði fyrir mig hvort það meiri hluti Íslendinga sé mér svona íhaldsamar, bara eins og til dæmis með Guðna forseta, að það var svona einhvern veginn, hann var ekkert hann er svona safe típa. Já, mjög safe, einmitt, það sem ég segi, og þá bara hugsaðum að bara, bara svona nice gæi, bara svo safe, gerir aldrei neitt svona kontroversial, og það er bara meiri hluti Íslendinga vilja bara svoleiðis. Já. Það er alveg rétt. Og hvernig verður þá fyrir þig
að fýtt inn í það hlutverk? Já, þú veist, það eru ótrúlega margir líka sem eru með mér og mér finnst það bara gefa svolítið skilaboð til þjóðarinnar, alveg sama hvað að vera margir sem að kjósa mig, bara ef ég er með fínt fylgi, þá segi það bara að þjóðin vill breytingu. Ég held að mér eigi eftir að takast ágætlega ef ég kemst í gegnum þetta og fæ að láta ljós mitt skína með hinum, þessum, þú veist, 8, 9, 10 sem komast áfram, ef ég fæ að vera með þeim og taka þátt í viðtölum og láta ljós mitt skína, þá er ég alveg sem að ég eftir að standa með mjög vel, sko. Hvernig fyrir þú ert búin að búa úti svo stóran hluta af bara síðustu áratugum líkum við að segja? Já. Hvernig fyrir þig núna ertu búin að vera svolítið meira á Íslandi? Já. Hvernig svona glögt að gess augað? Síðast þegar ég talaði við þá varstu bara nýkomin til Íslands. Hvernig finnst þér núna þegar þú ert kannski búin að svona settla aðeins meira einna? Það er náttúrulega búið að vera svolítið svona hvað ég segja, öldugangur í þjóðfélagslífinu og það er náttúrulega stríð og það er búið að vera innflytjanda vandamál, það er búið að vera alls konar á brennidepli, alls konar mál, en mér finnst alltaf voðalega kósí að vera á Íslandi og það er svona já, þetta er bara búið að ganga ágætlega. Ég er alltaf með annan fótinn úti líka. Út í Búlgaríu? Já. Já, er það? Já. Ertu ennþá alltaf að... Já, ég er með bara heimili þar líka og er svona flakk á milli. En það er ekki nema að ég flytji á Bessastaði að ég komi alveg til Íslands. Hvað með svo því þú nefndir svona innflytjendamál og hvað með forseta og þú veist það að tjá sig umdeild mál, það er alltaf með eitthvað sem er svona svolítið svona púðurtunnu mál í íslensku samfélagi, þú veist, og mörgum líður kannski eins og þú megir ekki benda á að það sé eitthvað það þurfi kannski að skoða hvað á að hleypa mörgum inn og eitthvað svona. Hvað finnst þér til dæmis eins og það? Þetta er ekki eitthvað svona sem er á könnunni hjá í forsetaembættinu, þetta er náttúrulega aðalega þingmennir og sem að stjórna þessu. Forsetinn þarf að vera svolítið svona... Já, ég meina, finnst þér að forsetinn eigi að hafa skoðanir á þessu? Mér finnst að forsetinn þurfa að benda á allt það sem betum að fara en kannski ekki á einhvern aggressívan hátt. Heldur meira að reyna að vinna með þjóðinni og benda á þessa hluti með bara yfirvegaðum hætti en hann er algjörlega ekki fara að stjórna því einhverju svona umdeildum málum. Hann er meira svona fulltrúi þjóðarinnar á alþjóðavísu og þú veist, stærsti hlutin af starfi forsetans er að koma fram, þú veist, góðgera samkomum, hátíðum með börnum, halda ræður, gefa fálkaorðina, hitta þjóðhöfðingja erlendis. Þetta er svolítið svona starf í sýningar heiminum, eins og maður segja, eins og ég hef bara verið að gera síðustu 20 árin. En hvað með að forsetinn sko beiti sér fyrir ákveðnum hlutum, jafnvel þó hann sé ekki endilega að taka fram fyrir, bara að, þú veist, hvað væri fyrir þig og þú ert að horfa á Íslands samfélag, hvað finnst þér að mætti vera betra? Mér finnst að heilbrigðiskerfið mætti vera töluvert betra. Nú er ég búin að búa í svo mörgum löndum og Íslandi samanburði við, þú veist, til dæmis eins og Svíþjóð og þessi evrósku lönd, sko, það er frekar lélegt. Þó þarf að vinna betur í heilbrigðismálum. Og það þarf að vinna líka í fasteignamarkaðnum, bara þannig að ungt fólk getur lifað og búið sér til heimili. Þetta er ótrúlega erfitt hérna á Íslandi með að við í öðrum þjóðum. Náttúrulega alltaf hafa skattar og bara mjög flókið og erfitt fyrir ungt fólk að byggja upp framtíð. Þannig að það er fullt af líka til dæmis eins og bara vímuefnavandamál og
að það vantar miklu meiri aðstöðu fyrir fíkla og fólk sem díli við svona alls konar fíkniefna og alkohol og vandamál. Hvað með hérna töluðum aðeins það síðast, þá talaður íslenski kallmenn hefðu verið hræddir við þig gegnum tíðina. Já. Nú eitthvað búið að breytast í því? Já, það var eitt sem var nógu sterkur. Hann var óhræddur? Já, hann var óhræddur. Hann er reyndar býr í Búlgaríu. Hann er íslenskur og býr í Búlgaríu. Ok, og kynntust í Búlgaríu? Þórður Daniel, já. Kynntust í Búlgaríu? Já. Já, ok. Þannig að hann heldur mér þar með annan fótinn. Og hvernig er lífið í Búlgaríu? Það er ótrúlega gott. Bara yndislegt veður og skemmtileg menning og náttúra, gott veður, svona. Málskotsrétturinn og þetta, þú veist, að taka fram í fyrir því það er náttúrulega eitthvað sem er svona fyrsta spurning þegar fólk er að bjóða sér fram til forseta. Já, þetta er vinsæl spurning. Hvað finnst þér með það hvort að forseti eigi að vera að taka fram í fyrir þinginu og í raun og veru bara beita sér þannig að það sé verið að synja lögum ef að þannig staða kemur upp? Ég held það að ef það er svona afgerandi óana í þjóðinni og það sé alveg augljóst mál og það safnist bara þúsundir af undirskriftum og þá þarf forsetinn algjörlega að taka ákvörðun það hvernig restin fer en það er væntanlega ekki bara hans álit, hann er með ráðgjafa og fólk sem er að vinna með honum og svo er það hann sem tekur loka ákvörðunina. En mér finnst algjörlega að það þurfa að nota málskotsréttin. Að það sé þá hlutaði að bara vera með beint lýra að fólk vita að forsetinn geti... Já, og þetta er akkurat það sem maður kannski segir að það er miklu betra að eiga ópólitískan forsetan sem er maður fólksins og hugsar hag þjóðarinnar. Það er svolítið erfitt að setja pólitíkus inn í þetta starf út af að hann er búin að veltast í pólitík í 10 ára kannski og það er svolítið erfitt fyrir hann að fara að breyta hugsunni og ætla að fara í mömmustarf fyrir þjóðana. Ætla að fara í mömmustarf fyrir þjóðana? Já, að taka ákvörðun hvað er best. Finnst þér þá skrítið eins og að Katrín sé að bjóða sig fram? Já, mér finnst það ekki vera viðeigandi. Af hverju ekki? Út af því að hún er búin að vera í stjórnmálum í 20 ár og það er eina sem hún hefur gert og allir hennar vinir eru í stjórnmálum og mér finnst hún bara að vera of pólitísk til að taka þetta hlutverk að sér. Hún allavega ég myndi efast það að hún yrði kona fólksins. Það er svolítið erfitt að stíga út úr þessu munstri sem hún hefur verið í og ætla að fara í forsetastarf sem er með töluvert minni valdi og þar þarftu að vera svolítið að hugsa þjóðina. Hvað með því þú nefndir áðan að þú hefur séð mikið að fólki fara illa út úr því að vera á milli tannanna á fólki og vera í sviðsljósinu og svona, hvernig þá? Fólk, ef þú brotnar undan álagi af því að vera þekktur, þú veist, þá kemur það út á alls konar hátt. Þú getur bara þurft að eiga við alls konar geðræn vandamál eða leist út í fíkniefni, áfengi eða eitthvað svoleiðis og enda með því að þú bara brotnar. Hvað verður svona að þú horfir á þína sögu og þú veist, allt það sem að þú hefur gert og eitthvað, var eitthvað moment þar sem að þú varst komin á þannig stað og veist, bara annarkort fyrir þig eða fjölskylduna, það var bara, þú veist, svona einhvern veginn eitthvað sem var svona næstu í orðið og mikið? Nei, ég held að ég hef gert þetta bara rosalega svona jaft og
jaft og þétt svona bara svolítið smooth í gegnum allan minn ferill. Ég hef alltaf haldið bara mínum standard. Og þá líki hlutum eins og bara þegar að sast fyrir í Playboy og það var svona þegar fólk á með sem sterkasta skoðanir þegar var þetta ekkert að ná undir skinnaði neitt? Nei, það gerði það ekki. Mér fannst bara gaman að þessu. Er eitthvað að frétta af vinkonuðinni sem að hvarf? Nei, því miður. Hún hvarf 2017. Það náttúrulega nýjustu fréttir sem segja það að hún sé dáin og það er svona mín hugsun hefur alltaf verið að hún hafi dáið bara stuttu eftir að hún hvarf. Hvað það búið að vera að gera er það ekki að vera heimildamindir þetta og eitthvað svona og þið voru orðna nánar undir restina? Við vorum alveg nánar langt á undan þessu. Við kynntumst bara því ég flutti til Búlgaríu 2008 og við áttum saman fyrirtæki Ice Queen Productions sem við vorum að framleiða alls konar snertiförur og föt undir mínu nafni. Það var frá bara 2009-10 sem við opnum það og svo stofnar hún 2014 OneCoin og við erum alveg búin að vera bestu vinkonur frá því ég flutti til Búlgaríu og þangað til hún hverfur. Varstu búin að er búið að vera mikið að fá því viðtöl út af þessu og já, þetta var komið í heimspressuna bara á fullu og... Já, það er búið að vera stanslist árati út af þessu sko. Þetta er náttúrulega alveg magnað mál og mjög stórt og ég er svona manneskjan sem stend henni næst allan tíman þannig að þetta lendir svolítið á mér. Og hvað hvað þú segir, bara ekkert vitað meira og bara eina sem við vita bara hvarf og enga vísbendingar enga vísbendingar, ekkert spurst til hennar. Þetta er ótrúlega skrítið mál. Ég held að það sé bara út að hún er dáin. Hvað ef þú nærð þessum undirskriftum og núna á næstu hvenær er festurinn eftir búin? 25. Það er að klára verið 25. Skiljaði menn 27. Ætlarðu þá, þú veist, að því að ég var að spyrja það áður en við byrjuðum og þú sagðist ekki að eitt neinu. Hvernig sko þegar ef að fólk er komið í gegnum hennan fyrsta þröskuld að ná meðmælunum og þá er þetta svona orðið alvara. Já, þá fyrir alvaran að byrja, sko. Þarf þá ekki að, þú veist, ámaður eitthvað breyk í svona dót nema maður, þú veist, sé með eitthvað teymi og eyði peningum og þú veist, verður þetta ekki alltaf að vera þannig að maður ætlar einhvern séns? Jú, að sjálfsögðu þá á ég ekki séns í þessar kosningabaráttur sem að þarna stórlagsarnir eru að heyja núna, sko, og eyða 20 milljóna í. En það verður stórt bara stór áfengi fyrir mig ef ég næ í gegn og ég held að það veri bara stór áfengi fyrir bara þjóðin alla að manneskja eins og ég komast þannig í gegn og þetta aftur að brjóta blað í söguna. Þetta var örugglega í fyrsta og síðasta skipti sem að svona skvísa tekur þátt í forsetakosningum. Þannig að það held ég að vera bara mjög líflegt og skemmtilegt að sjá og svo bara sjáum við hvernig þetta endar allt saman. En ég kannski fæ einhverja styrki eða aðstóð. Ég veit ekki, ég er ekki alveg búin að hugsa næsta skref, hvað gerist því ég komin í gegn. En ég er bara áttum manneskja. Ég geri yfirleitt allt vel sem ég geri, þannig að ég eftir að komast í gegnum þetta. Hvernig lýsir það sér? Það að gera allt vel sem maður gerir. Þú veist, eftir þá tala bara, þú veist, að maður sé duglegur, leggja sér fram. Já, verið með metnað og vandaði við það sem þú vorst að gera. Og hættir ekki þegar á móti blæs. Já, hættir ekki, stendur upp þegar á móti blæs. Það er kannski eitthvað sem maður mitt, þú veist, fólk er oft, ég veit ekki, bara við erum svo, við erum svo fljóta stereotýpa fólk út frá bara útliti og öðru. Hvernig er með eins og þig, þú veist, bara hefur alltaf verið mjög vinnusum. Já, ég er alveg upp í sveit
Ertu alveg upp í sveit? Ég alveg upp í sveit, svona nokkurn veginn og mann kent að væla ekki. Og mér leiðist væli fólki. Þannig að ég bara tek því sem kemur eins og maður og ég gera það með hörku. Þannig að ekki láta blekkjast af þessu útliti. Það er stórfeitur kallmaður að neini. Hvað með mitt, þú veist, bara svona, þú stundum leyftir að hafa skoðanir sem eru kannski svona, þú veist, ef við... Kontroversial. Já, þú veist, maður segir bara, þú veist, við búum í litlu landi, þar sem að manni finnst að oft á tíðum er svona, í mörgum málum, þá er svona hin eina rétta skoðun. Ég get að lofa þér því að fólk veit hvað það hefur mig. Ég lýg ekki og ég segja það sem mér finnst. Og ég hef það fram með flesta. Þú veist alveg að hverju gengur ef að þú kýst mig að mæla með mér. Út að ég er bara Ásdís Rán. Ég hef alltaf komið fram eins og ég er. Ég hef engan á að vera að blekkja fólki að ljúga. En þú segir það að það fram með flest fólk. Finnst þér eins og, þú veist, að því að ég er svolítið sammálaðir. Finnst þér að við búum í landi þar sem að... Fólk er náttúrulega alltaf að reyna að gera öðrum til geðs. Ég ætlaði að segja það. Já. Þú veist, erum við ekki að við erum bara, við skoðum það alveg heiðarlegan hátt. Er ekki flestir að ritskoða sig að einhverju leyti til að gera öðrum til geðs út af þeirra svo hræddir það að þeir verði óvinsalir eða einhverjum líka ekki við það. Já, ég meina maður hugsar þú veist og þá er það kannski, veistu, verið sérstaklega eins og síðustu árum að bara einhverju level er fólk kannski smeygt við bara ef ég er með þessa skoðun á vinnustafnum mínum og ég veit að allir aðrir eru með aðra skoðun, þá get ég bara mist vinnuna. Þannig að einhverju leyti er þetta alveg skiljanlegt en þetta er samt svo mikið fangelsi. En hvað segir þú það þegar að manneskja eins og ég er svona yfirleitt eins og ég hef unnið að ég segja sem mér finnst, yfirleitt þá er fólk svolítið svona til fíla. Þau vilja heyra þetta út af það er enginn sem þorir að segja sem hluti ég þor að segja yfirleitt fæ ég bara jákvætt viðhorf. Já, upplifir það þannig? Já. Ég trúi því bara mjög vel að því að það er svona við erum búin að, ég veit ekki, trúi því þetta sé eitthvað að breytast en við erum búin að vera í dálítið langan tíma þar að mjög stór hluti fólks einhvern veginn segir bara ekki það sem það er að hugsa. Nei. Og svo er það þeir sem segja það sem þeir eru að hugsa opinberlega þá sturtast inn enga skilabóð það sem er sagt þú veist, ég er alveg sammálaður en ég myndi ekki segja það opinberlega. Hvað er þetta? Þú veist, nú eru búið í löndum þar sem er fleira fólk. Er þetta ekki eitthvað svolítið sér íslenskt? Þetta er út af smæðinni, stærðinni á okkur. Við erum bara lítil og það er erfiðara þegar það er komin milljónir manns, 1, 2, 3 milljónir í eina borg, þá er öllum sama hvað næsti maður er að gera. Þú veist, hér er bara svo fá að það getur verið erfitt fyrir einhvern að vera að fara upp á móti eða segja sína skoðun út af að hann bara yrði kannski liti á hann hotnega og þú veist, hann fengi einhvern mótvinn þannig séð. Þú veist, þetta er erfitt út af að vera svo lítil en í flestum öðru löndum eins og flestu vita sem á búi erlendis þá er þetta ekki vandamál. Hvað með myndirðu segja að vera munur á kynjónum? Þú veist, ég upplifði það svolítið svoleiðis að kallmenn séu meira ritskoða sem konur á Íslandi. Já, það hefur náttúrulega kannski verið svolítið í tísku að hafa hemil á kallmönnum síðustu árið. Hafa hemil á? Já, þannig að ég veit ekki hvort það sé rétt eða ekki en jú, ég get alveg ímyndað mér það að kallmenn kannski mættu segja aðeins minna heldur en konur til þess að lenda ekki í einhverjum vondumálum. En ég myndi endar það ekki alltaf í einhverju skekki, sko. Þú veist, maður hugsar, þú veist, að ef að maður er að ritskoða sig og er ekki maður sjálfur, þá verður sá hlutamanni sem er maður sjálfur að koma út einhvern veginn. Já. Og ég held að það sé oft það sem að, sko, þetta kemur út á beyglaðan hátt út af því að þú ert ekki að bara leyfa þess að koma út á eðlilegan hátt. Já, það er alveg rétt. Nú
Nú þurftum við að hringi í sálfræðing og fá mat á þessu, en ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Að það gott fyrir alla að geta tjáð sig. Það bara rosa mikilvægt. Já. Lykilatriði í öllu, Og segja sína skoðun og hafa skoðun á málunum. Það rosalega erfitt að vera að lifa sína ævi og geta ekki tjáð sig og vera hræddur. Ég held að svona að frelsistilfinningin hjá flestum komi þegar þú getur byrjað að tjá þig án þess að vera hræddur. Hvað myndirðu segja á fólk sem að upplifi kannski að það sé þar að því langar, hvað er þetta að byrja? Bara... Þú byrjar, þetta er bara eins og þjálfun í öllu öðru. Þú byrjar bara aðeins að stiga yfir línuna í bara einhverju sviði lífsins. Byrja bara að pröfa að segja eitthvað svona sem þið finnst. Svo finnur þau, ok, þetta er allt í lagi. Þetta er alltaf, þú veist, að ég lendi ekki í vandræðum. Svo næst segir aðeins meira. Þú veist, svona bara þjálfarið upp. Og þá auðlastu þetta frelsi. Það er bara mjög gott fyrir alla. En hvað með að standa með sjálfum sér? Ég upplifi þig eins og þú stendur með sjálfur. Þú veist, bara þetta alltaf að gefa fram, að bjóða sér fram í embætti forseta. Að þá þarf maður að, og þú segir bara, já, ég held að ég yrði mjög góð í þetta. Það heldur svo stór hlut af fólki sem að, þú veist, leður búin að taka þessu hugsun, þá kemur strax, það mun einhverjum finnast í asnalegur, já, það mun einhverjum finnast í að vera hérna með mikilmennsku brjálæði, eða lalala. Hefur alltaf átt auðvelt með að standa með sjálfur þér? Já, ég er náttúrulega opinber manneskja og þú veist, það kannski er auðveldara fyrir mig heldur en einhvern annan, út að ég þola að taka aðkastið. Ekki það að ég hef lent undir einu aðkasti, ég er bara búin að fá jákvætt. En þetta er kannski minni áhætta fyrir mig, út að ég er hvað sem er í sviðsljósinu núna og hef verið það og er ennþá í þessari forsetabaráttu. Þetta er bara kannski framhald af mínum ferli á eðans öðruvísi sviði. Þannig að ég myndi ekki vilja gera lítið úr neinum sem tekur það ákvörðun að bjóða sig fram út að fólk verður að gera sér grein fyrir því að þetta er ekkert grín. Þú ert að taka sjálfa þig fyrir framan alþjóð. Þú verður skoðaðir alveg niður í dítela og þú ert að fara að lenda í alls konar aðkasti. Þú veist, kannski venjulegt fólk sem er hámentað, búin að vera í góðri vinnu og svona og það kemur divafgrein sem eru kannski 20 hræðileg komment. Það er ekkert, það er meirinn að segja það fyrir svona venlega manneski, ég veit alveg, en kannski fyrir mig þá skipta það ekki máli. Hvað með svona þjóðileg gildi, þú veist, að maður talar að því það er svona allt sem fyrir mér, allt sem snýra fórsetan býrð á Bessastöðum og og það er svona ég veit ekki, maður hugsa svona bara Ísland og smá svona ættjarðar ást og allt þetta, en það hefur verið svolítið á undanförnum árum með það ekki mjög mikið í tísku, sko. Það er nánast farið að vera svona þannig að þú veist að einhvers konar þjóðernis kend og þá sé svona stutt í að þú fáir jafnvel á þig bara einhvern rasistastimpil. Nú skil ég ekki alveg. Skilur ekki hvað er að fara. Það er að meina bara að á síðustu árum þá líður mann eins og það sé svona talandi að þú er ekki að tjá sig. Þá jafnvel bara mikið af fólki sem er svona farið að fara varlega í að tjá, þú veist, bara það að það elski Ísland og bara sögun okkar og allt þetta, að því við eigum að vera fjölmenningarsamfélag og við eigum að vera með rosa mörg trúabrögð og allt þetta, sko. Hvað stendur þú þar? Við þurfum alltaf að halda í íslensku söguna og menninguna út að við erum Ísland og við þurfum að eiga okkar sérstöðu alveg eins og öll hinn löndin og það má alveg algjörlega gera eins meira úr henni. Þú veist, það er gert rosalega lítið hérna í svona íslenskri menning og hefðum miða við í stærri löndunum í Evrópu. Þú veist, þá erum við að tala alls konar hátíðir sem að fólk klæðist upp í búningum, þjóðbúningunum. Þú sér, þú veist, Oktoberfest í Þýskalandir í þess að stórst og fleiri samkomur sem að menningin er tekin og algjörlega
sett á eitt stað og fagnað og þetta er gert í Búlgaríu til dæmis í giftingum, öllum rauðum dögum, allt þá er allt búlgast og búlgaski búningar og búlgask tónlist og þú veist, þetta er svo skemmtilegt, þetta er svo menningarlegt hér, það þyrfti að gera miklu meira fyrir svona þessa íslensku raunverulegu menningu, taka búningin, gera festivals, þú veist, vera svolítið svona meira innlifið í okkar uppruna og sögu. Þú veist, þú sérð ekki einu sinni kannski íslenskan matsölustað sem væri bara, þú veist, með íslensku fánunum utan á og væri bara íslenskur matsölustaður. Þú veist, þú sér túristabúðum með alls konar drasli en ég er ekki að tala um það. Þú veist, við erum að tala um bara okkar rótir. Já, ég skil hvað það var. Að fagna okkar rótum. Myndir þú leggja áherslu á það? Ég myndi gera það og það ég er bara svona vá þegar ég er að ferðast og ég sé, þú veist, þessa menningum, ég finnst það frábært. Finnur það þegar þú hefur verið að ferðast og það sem hefur búið að fólki finnst merkilegt þegar þú segir út frá Íslandi og fólk forvituð Ísland og allt þetta? Já, ég er búin að vera, eins og ég sagði, ambassador fyrir Ísland bara öll þessi ár sem ég hef verið erlendis, þú veist, ég hef bara verið að koma fram fyrir Ísland í sjónvarpi, í viðtölum, bara út allt á hátíðum sem sérstakur gestur hér og þar. Og það er út af að ég er íslensk og það hefur alltaf, þú veist, flestir eru mjög áhugasamur Ísland og spurningarna sem ég fæ eru yfirleitt bara Ísland. Þannig að ég er búin að vera að markasetja Ísland á fullu allan minn feril. Hvað ert annað að bralla núna annað en að vera í þessu frambúði? Þú veist, þú ert talandi að vera, þú er brugðið þér í allra kvíkinda líki, þú veist, einkaþjálfari, þyrluflugmaður og náttúrulega verið með fyrirtæki og annað. Hvað ertu búin að vera að bralla bara núna síðustu kannski 2 árin? Síðasta árið, þetta er svona aðalega einhver sjónvarpsverkefni. Ég var að leika í kvikmynd sem er svona alþjóðleg. Það er eitthvað smá eftir að taka upp á henni, það er ítalskur leikstjóri. Svo var ég að vinna að þarna sakamálasþáttunum rafmyndina og það eru bæði sem sagt ameríski þættir og evróskir og svona einhver verkefni sem ég hef verið að taka að mér hitt og þetta. Það getur að fljúga þyrlum? Nei, ég hef lítið verið að fljúga eftir COVID. Það það datt allt svolítið út á þessum tíma sem að ég komst ekkert í þyrlu í 2-3 ár. Hvernig dattir þið að vera þyrluflugmaður? Þetta var bara draumur. Þetta er myndi ég segja ein æðsta tilfinning sem þú kemst í að geta flogið loftin blá í, þú veist, þínum eigin heimi. Þetta er bara stórkostleg tilfinning og mér langaði bara svo að fljúga og ég er ekki hrifin af flugvélum, alls ekki fyrir mér það bara álboks sem fer upp og niður, en þyrlur það eru handstýrðar, fótstýrðar, þú getur gert það sem þú vilt, þú getur hofurað, þú getur lent upp á fjalli, þú getur lent þar sem þú vilt, þú getur skoða náttúruna, þú veist, að sjá jörðina að ofan, að þú getur bara verið að hofura hægt yfir öllu og skoða jörðina ofan, það er bara alveg, þú veist, engulíkt. Þetta var bara einhver svona, ég hef búin að gera svo mikið mín lífi, þetta var bara svona einhver þrá sem að ég varð að uppfylla og ég kláraði. Geggjað, getur ekki orðið fyrsti forseti í heiminu sem myndi fljúga þyrlu? Í þjóðbúningi? Já, í þjóðbúningi. Væri það ekki eitthvað? Jú, mér finnst náttúrulega algjör vitlaust að það sé ekki þyrlupallir fyrir utan Bessastaði. Þegar ég var að fljúga í Rúmeníu, Snakov heiti það, svona hverfi fyrir ríkt fólk, rétt fyrir utan Búkarest. Og ég tók svona daglegan hring yfir hverfi og var að skoða fínu húsin og það var annað hús með þyrlupall. Það er ekki mikil kultúr fyrir þyrluföllum á Íslandi? Nei, það er ekki á Íslandi. Það var smá í rétt fyrir hrunið, þá voru nokkrir útrásvíkingarnir sem voru svolítið, það var einn man ekki hver það var,
Hvað fræk sem að flög þyrlu til þess að kaupa sér pulsu í baulu í Borgarfirði, ef ég man rétt. Já. Lenti þyrlu að kaupa pulsu og aftur í sumarhúsi. Þetta er svona sport fyrir ríka fólkið. Já. Ég hugsa alltaf ég veit ekki af hverju en að því að svo mikið af flugum og lítið af flugslýsum en þyrluslýsin einhvern veginn, ég hugsa alltaf Kobe Bryant og einhvern veginn. Já, það má ekki dæma því, það var, þú veist, veðrið og flugmanninn hefur væntanlega verið skipað að halda áfram. Já, einmitt. Þú þarft að dæma það sjálfur þegar þú ert þyrluflugmaður. En maður hefur tilfinningunni eins og með flugvélar að þetta er svo mikið automatíst og það eru náttúrulega svo stórar og svona, þú veist, eitt er að taka þeim á loft og lenda þeim. En þyrlan þar einhvern veginn manni líður að því hún er náttúrulega miklu minni. Miklu léttara að lenda þyrlu ef að vélinn bilar, heldur en flugvél. Já, það er enda rétt. En það er bara í loftinu, það er þessi hreyfill og manni líður að það gæti eitthvað að fara úr skeið, Hann snýst heldur áfram að snúast allir niður, þannig að þú getur alveg tekið góðan lendingu. Geggjað, búið að vera frábært að fá þig í heimsókn. Já, bara takk kærlega fyrir að fá mig og ég var að koma aftur því ég er búin að fá passan á Bessastaði. Eitthvað sem þið langar að segja að lokum? Mér langar bara að hvetja fólk til að klára að senda mér meðmæli fyrir þá sem eru í mínu liði, bara endilega að fara inn á ástísrán.is eða www.ástísrán.is og skella inn meðmæli. Þannig að ísdrottningin ná að vera í loka púljunni. Já, þannig að ég ná nú að taka þátt og þú veist, það er bara örugglega miklu skemmtilegra að hafa mig með heldur en hafa mig ekki með annars verður þetta bara hundleiðilegt þannig að það ekki. Takk fyrir mig.